Já, komið í sæl. Norðanáttin hefur verið viðlagandi hjá okkur núna nokkra sólarhringa og það hefur verið svona tiltölulega kalt á landinu eins og gerir svo oft við þær aðstæður. En hitinn náði þó 7 stigum í Öræfum í dag og þar var hlýjast í dag. En kaldast þennan sólarhringinn hefur verið í Básum á Þórsmerkursvæðinu. Þar var 12 stiga frost síðastliðna nótt. En við sjáum að við stjórnumst hér af tveimur kerfum, það er að segja. Við erum með hæð yfir Grænlandi og lægð hér austur af Færeyjum og lægðin er að færast fjær okkur, sem þýðir að loftþrýstingur fer þá hækkandi hjá okkur og við sjáum hvernig það gerist. Það verður lengra á milli þrýstilína og byggir sér upp vægur hæðarhryggur á morgun sem síðan gefur eftir seint annað kvöld eða þá á mánudaginn og þá koma þessi skil inn á mánudaginn. Og þau skil koma þá inn með svona eilítið hlýra lofti, sjáum þetta kalda loftsins streymi hér til suðurs hjá okkur í dag og fram til degi og morgun. En svo kemur þessi hlýja tunga hér inn hjá okkur á mánudaginn og þá hlánar nú nokkuð víða. En á morgun þá verður svona tiltölulega bjart hér á suðvesturhorni landsins eins og við sjáum í þessu korti. Vindur er svona yfirleitt hægur og það er svona norðaustan andvar í þessu. Sums staðar getur hann náð sér eilítið á strik þó það náði nú sjálfsagt ekki 10 metrum á sekúndu. En það eru spár að gera ráð fyrir það hér við suðurströndina verði einhverjir éljabakkar á ferð og þið getur verið skýjað þar og jafnframt gera spár ráð fyrir því síðan að annað kvöld þá verði áttin smá saman suðlægur og þá fá á þessa éljabakka inn á suðvesturhornið. Hiti svona, það verður væntanlega nokkuð kalt hjá okkur í nótt eins og verið undanfarnar nætur en miðjan dag þá getur hiti náð frostmarki hér við ströndina og sums staðar farið yfir. En þegar við förum síðan norður yfir heiðar, yfir á norðvesturhornið þá verður gæðunum dálítið misskipt. Það verður reyndar hæglætis veður á norðvesturhorninu en úti við norðurströndina verða éljabakkar á ferð og þar er reyndar ekki mikil ofankoma í þeim en þeir geta nú svona látist til sín taka staðbundið en öllu bjartara veður þegar komið inn til landsins og jafnframt þá við Breiðafjörð og svona víðast hvar á Vestfjörðum. Og förum síðan yfir á norðausturhornið og svona tiltölulega lík stað þar þó ef eitthvað er öllu skýjaðra. Það er svona bjartast syðst á þessu svæði sem og á Austfjörðum. Öðru verður skýjað á morgun og éljabakka sem munu vera staddir hér úti við norður og austurströndina og við sjáum að það er nú svona frost víðast hvar í þessu korti og getur verið töluvert frost í innsveitum. Og þegar við komum síðan yfir á suðvesturhornið suðausturhornið þá sjáum við að það er norðlæg átt í þessu hjá okkur. Geta komið svona strengir af fjöllum, þá náðu einhverjum 10 metrum á sekúndu en hitinn almennt sé yfir daginn svona í kringum frostmarkið og svo munu þegar áttin verða suðlægari annað kvöld og þá fáum við eilitla éljabakka þar inn einnig. En hann mun hvessa og þykkna upp síðan á mánudaginn og þetta er hér klukkan 15 á mánudaginn. Þá sjáum við það er hvöss suðaustlæg átt í þessu og fremst í þeim skilum sem komu upp getur þetta verið slydda eða snjókoma en maður fer þó væntanlega fljótt yfir í rigningu. Úrkomi lítið á Norðurlandi og skilin mun síðan ganga norður yfir land en það mun síðan myndast ný lægðabylgja á þessum skilum og á þriðjudaginn þá verður svo lægðabylgja hér við austurströndina. Það er svona tíma og staðsetningu geta verið nokkuð á reiki en þó að sjá að þessi skil og þessi lægð munu gefa sér talsverð úrkomu á austanverðu landinu. Þetta verður þá ýmist slydda, snjókoma eða rigning eftir hitafari en öllu rólegra veður hér vestanvert landið og tiltölulega þurrt þar og hiti yfir frostmarki. Og svo að sjá að á miðvikudaginn þá verði hvessi aftur hjá okkur ný lægð og ný skil sem koma upp á landi með talsverð úrkomu, fyrstum sinn snjókoma slydda fyrir sem yfir í rigningu og þetta mun láta svona til sín taka í flestum landshlutum. Við erum örsnögt yfir til Evrópu. Og það er svona tiltölulega hvasst í álfunni eins og við sjáum hér þéttar þrýstilínur
og viðvaranir gefnar út víða í norður og vestur Evrópu vegna þessa og sjáum að talsverð úrkoma norðan Alpafjalla og vestan en bjartara veður hér sunnan og austan til í álfunni. En lætur svo lokið að veðri í dag, verið sæl. Í næsta þætti